Hætti þessu, við erum svo stressaðir. Það er komið skattinn. Nei. Góð. Við erum komin í beina. Góðan dag, landsmenn. Héðan frá eldhúsi allra landsmanna í Bakó Ísberg. Prógrammið okkar, meistarakokkar í beinni, sem sagt aftur að fara í loftið annan daginn. Í gær var með okkur og opnaði prógrammið Bubbi Mortens, sem taldi sig aðalega meistara bakara, en bauð þó upp á drykkinn Eiturpési og það uppskrift af því inn á Facebook síðu Bakó Ísberg. En með mér í dag vinur minn, meistarakokkur Friðgeir Eiríksson, velkominn. Sæll, þakka þér fyrir. Í eldhús allra landsmanna. Þakka þér fyrir. Gott að sjá þig. Sömuleiðis. Hvernig bransinn í dag? Sjóðheit spurning. Sjóðheit spurning. Það er rólegt yfir honum allavega. Það er rólegt yfir honum, já. Já. En þið hafið þó, þú sagði mér áðan, að bara nánast þegar allt fyrir að gerast hér, þessi veikindi fara að pompa upp og þá brugðust þið strax eiginlega við, niður á ykkar nýja flotta stað á Laugaveginum, Eiríksson Brasserie, með að veita heimaþjónustu með þetta. Já, við ákváðum bara strax að tókum þarna síðustu helgina áður en að samkombannið byrjaði og þá vorum við búin að ákveða hvernig skildum bregðast við eftir það. Já. Og við vorum búin að ákveða það að við ætlum bara að halda áfram, við ætlum ekki að loka og við vildum halda í allt okkar fólk. Þannig að við erum bara að finna einhverja hugmynd og við byrjum strax að bjóða fólki að koma að sækja matinn á töluvert lægra verði heldur en ef það kemur til okkar. Og svo fyrir aðra sem ekki geta gert sér leið til okkar þá getum við sendt heim. Þetta náttúrulega, við getum sagt sér svo að þið hafi verið byrjaðir að gera þetta svona áður en að eitthvað er búin að banna ykkur að hafa fólkið úti. Já, algjörlega. Og eru viðbrögðin góð? Mjög góð. Já. Það eru mörg kvöld sem ansi töff, en það er bara mjög gott, það eins og við viljum hafa, en þetta öðruvísi og þetta náttúrulega bara eins og að, skella einu fyrirtæki í lás og opna annan daginn eftir. Þetta svo mikil viðbrigði frá því að vera með opinn veitingastað, þar sem tekur á móti fólki og þetta ekki bara að taka matinn í staðinn fyrir að setja hann á disk, skella hann fram borð, skella hann bara í bakka og bara einhver kemur og sækja. Það aðeins kannski flóknara. Já, og svo náttúrulega bara, þú veist, að pakka öllu niður og gera það rétt og passa upp á allt, upp á 10, allt hreinlæti og hvernig þú gerir hlutina og hvernig þú kemur svo frá þér. Það er náttúrulega, þetta allt annað heldur það sem maður vanur að gera. Og ef ég kem til þín og hringið og panta, hvað býðurðu mér upp á? Hefur þið breytt matseðlinum? Nei, við höldum bara saman matseðli úti og við ákváðum að minnka hann ekki, okkur fannst hann bara óspennandi, við þurftum að velja eitthvað úr honum til þess að taka í burtu. Þannig að við ákváðum bara að halda honum öllum úti eins og hann er. Gerir ekki upp á milli barnanna þetta? Nei, þetta er svolítið svoleiðis. Þannig að okkur fannst bara, hvað ég var að segja, okkur fannst við ekki við lengur ef við tækjum eitthvað í burtu. Nei, en það að ég sæki sjálfur, þá það ekki rétt hérna, þú sagði 30% afsláttur. Já. Og hvað? Ertu með bara helmingina staffinu eða er allir barnir heim? Nei, við erum bara farin að komin í skert starfshlutfall, allir, en engum hefur verið sagt upp og við skipuleggjum þetta bara vel svona og vonum bara besta, förum áfram á hnefunum bara. En við ætlum bara að halda áfram mótrið, ekki spurning. Frábært, það er gott að heyra. Það er gott að sé engin bilbugur í mönnum hérna. Hvað ætlum að gera í dag? Herðu, við ætlum að búa til svolítið sem heitir Dutch Babies og reyndar erum við búin að auglýsa daginn sem svo Duck Baby sko. Duck Babies? Það var bara smá teaser í því sko. En þetta eru sem sagt pönnukökur, ekki eins og þessar hefðbundnu sem við þekkjum kannski, en til að líka þessi orðum getum við kannski sagt að sé mitt á milli þessara pönnukaka og omeletta.
Við erum eiginlega basically með ofta tíðum fleiri egg per, grömm á móti hveiti og mjólk heldur en venjulega sko. Pönnulerta? Já, þetta er svolítið svoleiðis. Já, ok. En nafni kemur að því að þetta eru sérst upphaflega þýskar pönnukökur og voru þá serveraðar í svona álformum eins og bara litla muffins. En síðan er þetta svona pop-up sem kom frá Bandaríkjunum fyrir löngu síðan. Já. Sem að þeir tóku þetta ákveðin diner sem breytti þessu og fóru að bera þetta fram í stórum skömmtum og í svona járn eða stein pottastáli eða þannig. Þá er þetta bara bakað í pönnunum og borið fram þar. Já. Þess að ekki steikt eða búið til á pönnu og síðan sett á disk sko. Og hvað, get ég bandað þetta hjá þér síðan helgina? Herðu, þetta er hlutur sem við settum inn á brunch-konceptið okkar og við vorum bara nýbyrjuð með það þegar við fórum að loka í hádeginu á meðan að þetta ástand er eins og það er í dag. Okay. En fylgir þá frí panna með hverjum rétti núna þegar ég fæ pönnuna heim og Bjarni skaffa pönnurnar þegar? Já, þessi gefur alltaf eina pönnu. Já, hann er eiginlega kominn á það held ég. Já, bara að senda post. Nei, við sjáum til. En þetta er svona það sem kemur til með að vera hjá okkur í morgunmat þegar við opnum fyrir hann. Og brunsunum okkar. Hljómar vel. Eigum þá ekki bara hleypa þér af stað í þetta og þú sýnir hérna frá eldhúsi allra landsmanna bara hvernig við erum að fara að gera Dutch Babies. Hér erum við búin að forhita pönnurnar. Þetta myndi vera bara íslensk smjör. Alla leið. Ósalt. Ósalt? Er betra að nota ósalt? Það er svona að við notum það miklu meira í eldamennsku svona til þess að geta stjórnað saltmagninu sjálfir. Já. Snuðt. En það er algjört lykilatriði að hafa pönnurnar alveg sjóðheitar þegar við byrjum að baka þetta. Til þess að fá þetta lúk og þessa lyftingu í þar eins og við viljum. En við hérna hjá okkur erum að gera þetta venjulega bara í pizzaofninum. Já, það er pizzaofn niður á Eiríksson. Já. Er það svona stein? Það er svona steinofn. Já. Og við erum með elbakaða pítsur og ásamt fleira sem við elbökum í ofninum. Hljómar vel. Þannig að þetta er eiginlega, þú ert að bræða smjör í ofninn nú til að pannan sé öll heitt. Já. Og rétt brúna smjörið. Svona. Þetta er orðið töluvert flóknar en pönnukökurnar hjá henni ömmu, verð ég að segja. Þið skítin einum kár. Þú láttur ekki bregða þó að ég hætti að vera ég stundum. Nei. Þú veist að það eru menn sem ryðjast að í gegnum mig alltaf reglulega hérna sko. Maður skilur nú alveg að vera fleiri koma á stað sko. Já, ég meina. Svona. Ég get allan ekki þakkað niður þeim svona auðveldlega sko. Nei. Aðeins brúnað smjörið. Svona. Reyna að passa okkur auðvitað að halda alltaf 2 metra fjarlæðinni. En við förum reyndar eftir austurísku lögunum með þetta. Það er 1:25 svona. En þess má geta líka að við erum báðir án veirunnar. Búin að fara til Kára? Já, var hjá þér um daginn? Já, var það ekki? Jú. Ég smúlaði mér inn hjá Kára sko. Ég er í klíkunni ef svo má segja sko. Komst að hjá Kára svona framfyrir röðina og svona. Já, ég og Kári. Like this. Eðlilega. Herru, það var gaman hjá okkur, sko hann er skemmtilegt frá því að segja að við unnum saman þegar þú fórst í Bókus Stór. Já. Í þá, hvað ég var að segja, Ólympíuleikar kokka. Já, eitthvað svoleiðis. Já. Það var magnað, það var alveg ansi langt síðan. Já. Er svona á einhvern mælikvarða. Já, einhvern mælikvarða. Einhvern mælikvarða. En veistu hvað er langt síðan? Ég reyndi að maður það ekki sko. Við vorum 10-15 ár.
2007, í janúar. Þannig að við vorum að vinna saman mikið árið 2016. Já. Að preppa allt saman og búa til og... 2016? Nei, það ekki. Nei, 2006 fyrir ekki. 2006? 2006, já. Ok, tímaviljið, það var ekki búið að finna hann upp þarna. Nei. 2006, já. Saman, alveg baki brotnu. Það sem Friðgeir sem sagt stendur í stafni víkingaskips með brugðið sverð og í stórsjó að koma inn í frönsku landhelgina. Já, alveg rétt. Mjög skemmtilegt verkefni. Skemmtilegu tími. Já, það var frábært. Já. Ég á einmitt bróðir sem tók þátt í þessari keppni líka, Hákon Már, þannig að ég hef komið 3 ára að þessari keppni. Sko. Já, alveg rétt. Mjög skemmtileg vinna. Ég var einmitt með Hákoni þegar þú varst að græja allt fyrir Hákoni. Já. Svo náttúrulega lúxusin í þessu þá að vera að vinna með svona köpum, þar sem verið að fara á Ólympíuleika. Þá fær maður auðvitað, þetta svona eins og að fá að, ég veit ekki, ég fæ að smakka náttúrulega veigarnar sem verið að bjóða upp á. Það er ákveðin með í ferlinu, frá að til lög. Já, það er mjög gott. Það var skemmtilegu tími. Já. Mjög svo. Þetta sem sagt, hvað svo fleira í þessar pönnukökur? Þetta er ekki bara pönnukaka með rjóma? Nei, við ætlum að hafa eina svona svolítið savory, það sé eina salta og eina sygra. Þannig að það verður svona eins og eftirréttur á meðan hinn er svona hefðbundin. Við ætlum að hafa mozzarella, parmaskinku, avocado og tómata. Þannig að svo verður hinn með hunangi og berjum og eitthvað svona. Þetta hljómar alveg geggjað. Það verður örugglega alveg ágætt sko. Þetta pönnuköku sem sagt deig þarna. Já. Sem sagt, það er meiri egg. Það er meiri egg, já. Hver er uppskriftin svona, hvað ég að segja, gróflega? Þetta hveiti? Það er hveiti, mjólk, egg og smjör. Það er ekkert lyftiduft eða neitt svoleiðis. Er það svolítið bara basic pönnukökudegi neðan bara meiri egg? Já. Basically. Við smellum nú sennilega uppskriftinni síðan inn á heimasíðuna á eftir hjá Bakó Ísberg og förum svo beint að gera þetta á eftir. Já, það ekki. Eftir að fylgjast með þér. Tómata aðeins og avokadói. Og það er allt, það sem er í þessu, það er ekkert eitthvað svona sem fæst ekki nema þú sért í sambandi við einhvern sérstakann innflytjanda. Þetta er bara venjulegt hráefni sem ég fæ út í búð. Þetta er allt svoleiðis. Það er alveg svolítið pirrandi stundum þegar ég ákvað að elda eitthvað og svo kemur bara eitthvað orðu upp það sem ég fæ þetta ekkert. Nei. Þannig ég ætla bara að biðja þig Frikki mín að koma ekki eitthvað svoleiðis rugl hérna. Annars verðum við neyðurstöð til að senda það heim. Já! Þessi er nú alveg að vera tilbúinn. Setjum hérna aðeins mozzarella. En býtu, þetta lyftir sér svona mikið? Já. Ekkert lyftiduft? Ekkert lyftiduft. Bara blæs út? Já. Skulum við taka þessa hérna. Ég vona að fólk hafi gert sér að góðu síðan hérna í morgun sérstaklega drykkin Eiturbjössan hans Bubba. Mér sveldist nú á hér í beinni í gær þegar ég smakkaði hann sko. Svona tiltölulega snapsavanur maður, en ekki það að maður sé kannski liggi í áfengi alla daga. En ég svona, hann reið, þessi drykkur reið meiri í en ég átti von á. En mér líður miklu betur í dag. Þarna fara berin á hérna. Hvað er þetta? Hérna erum við með passion. Já. Passion fruit. Hvað heitir hunang? Hunangið. Við erum aðeins búin að sjóða það með alls konar kryddum og svona sko. Einhverjum sem áfengi ekki? Reyndar ekki. Og fer þetta svo aftur í ofninn eða? Nei, nú er þetta bara... Nei, þetta er bara klárt.
Þú voru bara góð með þetta. Sjá. Ég sé að fólk hér baka myndavél er farið að slefa lítið. Þetta er ég alltaf að gera heima hjá mér einmitt. Þetta ekki teigur? Þetta er rosa vinsælt á heimilum. Já. Hvað er þetta? Þetta er appelsínubörkur sem er búið að sjóða í grenadín. Þetta tökum við hérna. Nú fer ég bara út úr mynd hérna. Úps! Þannig að þú bakar raunverulega bara setur ostinn og þú veist, þetta sem fer ofan á bakast ekkert meira. Nei. Það er bara ferskt. Það er bara ferskt ofan. Svona. Þetta smá pesto. Pesto, já. Og við erum með hérna svolítið að basil, parmesan og kasjúnhnetur í þessu. Basil, parmesan og kasjún. Í þessu pestói? Já. Svona getum við fengið heim til okkar. Ef við hringjum í Eriksson Brasserie og pöntum. Smá basil. Ólífólía. Aldrei of mikið af henni. Salt og avokadóið. Limeburkurinn er að koma svona til að ferska þetta. Ferska þetta upp, já. Kraumar í þessu. Þá erum við bara ready. Sjóðandi ennþá. Já. Hvaðan koma þessar pönnur? Héðan? Héðan? Er það ekki? Jú, jú. Þannig að sko, ef við viljum gera þetta heima, getum við komið hingað og keypt þessar pönnur. Ég er nú hræddur um það. Sko, verkfærin náttúrulega í þessu skipta, þú veist, þegar maður er að koka. Ég, notabenni, skar mig á óbeittum hnífum daginn. Þess að ég er að hamast á einhverju og renn sem sagt út af ávextinum í puttan. Þetta er, þú veist, er það ekki rétt að beittu hnífarnir eru minna hættulegir? Já, þeir eru ekki til hættulegir. Hinir eru bara slysagildra, sko. Já, það er það. Heyrðu, Freygeir, þetta er alveg glæsilegt og við erum að tala um bara, já, þetta er svolítið svona brönns. Já, þetta er svolítið brönns. Þetta er hérna, eins og ég segi, þetta byrjaði hjá okkur bara fyrir, já, þetta var bara í lok febrúar, það byrjaði bass. Maður fær bara vatn í þegar ég byrjaði með brönnsinn. Já, maður fær vatn í munninn að horfa á þetta, sko. Og nú, uppskriftin, hún fer, sem sagt, á síðuna hérna á eftir. Freygeir ætlar að gefa okkur hannu, segja hvað er í þessu. Og nota bene, það er krúsjál að vera með rétt áhöld og svona pönnur. Og góða platta undir. Góða platta undir, jú, auðvitað. En það er best að koma því að líka að þetta fæst allt hér upp í Bakó Ísberg upp á Höfða og nú, þú varst að tala um 30% afslátt á heimsendingu. Nei, ef sótt er. Já, ef sótt er segi ég, já. ef sótt er. Þar með Bjarni, hvar er hann? Hvort við gefum ekki 20% afslátt á ef fólk kemur hérna sem sagt og sækir sjálf. Eigum að segja það? Já. 20%, sáttur? Já. Ok, það er sem sagt 20% afsláttur á, já, öllum tækjum og búnaði hér í dag. Nema kannski stór eldhús tækjunum. Nú svitnuðu þeir allir hér. Og það fylgir með sem sagt nei, engin nánd fyrir ekki. En hérna, nú bara getum við ekki beðið eftir að fá að smakka þetta. Og hérna, ég bið ykkur að vera góð og Freygeir, þakka þér kærlega fyrir komuna. Sömuleiðis, takk. Í meistarakokkar, í beinni og í eldhúsi allra landsmanna, hér í Bakó Ísberg. Nú á morgun er komin í dagur og sporin sem ég steig í nótt
fyrnast fljótt, en á morgun kemur nýr kokkur til okkar, fylgist með, ætla ekki að segja hver hann er, þið verður bara að vera komin klukkan 1 að viðtækinu, eða tölvunni, gott að sjá ykkur og lifið stráheil. Verið þið sæl.